Reykjavíkurborg hinsegin vænni og öruggari fyrir hinsegin fólk og það var gefin út mega skýrsla og stórt málþing haldið í kjölfæli í Safnahúsinu þar sem niðurstöðurnar voru kynntar. En niðurstöðurnar byggðust á því að það voru skoðuð 35.000 Facebook komment við ykkur fréttir og ykkur umræðu og sagt að 1 af hverjum 10 innihéldi hatursorðræðu gegn hinsegin fólki sem mjög loðið, kannski að því að þetta hvað fellur þar undir sko. Og svo voru 23 einstaklingar spurðir sína líðan og netnotkun. 23? 23 okay. Í allri skýrslunni, það voru 23 sem svöruðu þessu, ég held að það verið sendt til einhver stærri hóps. Já, 76 eða ekki? Jó, 76. Já, það fengur bara 23 til að svara. Já, einmitt, og þessar skýrslur eru borleggjandi sönnun þess að sögn Reykjavíkurborgar og þessar norrænu samtaka að það sé langt í land og þrátt fyrir örugga lagaumgjörð, og þrátt fyrir örugga lagaumgjörð Reykjavík ekki örugg hinsegin borg á grundvelli þessar Facebook. Ég bara nægis ekki og þessi skýrsla svo stór hættuleg að því leit. Hver baðum þessa skýrslu, segirðu? Reykjavíkurborg. Er Reykjavíkurborg að borga fyrir þessa skýrslu? Já, Reykjavíkurborg að borga þessum norrænu samtökum fyrir þessa skýrslu. Ég á ekki. Og örugglega í samskiptum við samtökin 78 líka. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.